Viðskiptaráðherra boðar miklar breytingar á lögum fjármálafyrirtæki þar sem tekið verður á krosseignarhaldi, starfslokasamningum, lánveitingum til tengdra aðila og lánum með veði í hlutabréfum. Helga Arnardóttir og Lillý Valgerður Pétursdóttir eru með þessa frétt. Á morgun mælir efnahags- og viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi á Alþingi hertar reglur fjármálafyrirtæki. Með þessu frumvarpi og reyndar ýmsum öðrum sem verða lögð fram síðar í vetur að þá við að reyna að taka á öllu því sem að fór úrskeiðis hér undanförnum árum og hægt að laga með lagabreytingum. Nú sem dæmi má nefna lánveitingar til tengdra aðila eða lán með veði í hlutabréfum, sérstaklega hlutabréfum eigin fjármálafyrirtækja. Auk þess verði eftirlit styrkt bæði innan bankana og hjá eftirlitsstofnunum utan þeirra. Til dæmis reynt að koma í veg fyrir að hægt sé að skýla sér bak við óljóst eignarhald í einhverjum fjarlægum skattaparadísum. Þá verði tekið á kaupaukakerfum og starfslokasamningum. Gylfi segir að í aðdraganda bankahrunsins hafi menn misnotað svigrúm sem var til þess að veita lán til tengdra aðila. Og kannski voru skilgreiningar á tengdum aðilum ekki nógu skýrar og ennfremur heimildir til þess að lána gegn veði í hlutabréfum, sérstaklega hlutabréfum lánveitandans. Hann segir löggjöfina gjörbreyta íslensku banka og fjármálaumhverfi. Þegar að þessi lög verða komin í gegnum þingið að þá sé með sanngirni hægt að segja að við verðum með einhverja bestu löggjöf á þessu sviði á Vesturlöndum. Meðal nýmæla í frumvarpi til laga fjármálafyrirtæki eru ákvæði sem útiloka að bankar hafi sömu endurskoðendur árum saman sem minnkar líkur á bókhaldsbrellum. Þá verður bankastarfsmönnum veitt mikið aðhald því viðskiptavinir munu framvegis geta fengið upplýsingar hvaða starfsmenn hafa skoðað fjárhagsupplýsingar þá. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Meðal breytinga í frumvarpinu eru takmarkanir á því hversu banki getur átt mikið af eigin bréfum. Þá verða lánveitingar til tengdra aðila takmarkaðar og blátt bann verður lagt við lánveitingum gegn veði í eigin bréfum. Eitt athyglisvert nýmæli í lögunum sem Gylfi mun mæla fyrir í dag og hann kynnti hér á fundinum í Þjóðminjasafninu í morgun að hér eftir verður starfsmönnum fjármálafyrirtækja veitt mun meira aðhald. Það birtist helst í því að núna munu viðskiptavinir bankana geta fengið að sjá hvaða starfsmenn í viðkomandi banka hafa verið að skoða upplýsingar þá í kerfi viðkomandi banka. Þetta þýðir að bankastarfsmenn geta ekki verið að skoða málefni annarra viðskiptavina en þeirra sem þeir sjálfir eru að sinna, því ætti öll hnýsni bankamanna að heyra sögunni til. Gunnar Þótt Andersen, forstjóri fjármálaeftirlitsins, segist ánægður með frumvarpið. Vissulega, þetta gefur okkur meira svigrúm, þetta gefur okkur víðtækari heimildir, svo eru þarna ný ákvæði, ef þau eru samþykkt sem munu hafa mjög agaskapandi áhrif á eftirlitsskylda aðila. Í frumvarpi Gylfa tekið á málefnum endurskoðenda en mikið hefur verið rætt ábyrgð þeirra á bankahruninu en ýmislegt misjafnt fekk að þrífast hér á landi í skjóli endurskoðara ársreikninga. Því eru settar skorður að menn getur verið með sama endurskoðanafyrirtækið árum saman. Er þetta staðfesting löggjafans á því að endurskoðendur hafi verið keyptir hérna fyrir bankahruninu? Ég held að það sé ekki svoleiðis, ég held að það sé bara heilbrigt að skipta Hér áður fyrir nefni að þá var stefnan svo allmörgum árum að trausti færist í því að hafa sama endurskoðandann í langan tíma en svo hefur annað komið í ljós og þess vegna verið að prófa nýja leiðir.